Við ætlum að setja ykkur í samband við Hveragerðisbæ og á línunni Aldís Hafsteinsdóttir, bæjarstjóri, komdu sæl. Já, blessaður. Hvernig hefur það í dag? Bara fínt, þakka fyrir. Það ekki. Það 11. nóvember, það ekki íkja mikið eftir af þessu ágæta árið 2015. Nei, þetta líður nú svo hratt að maður verður bara hræddur þegar maður hugsa hana. Já, og það væntanlega ýmis mál sem þið í bæjarstjórninni þurfið að klára fyrir áramótið, ekki? Jú, þetta eru svona, eins og maður segir, haustverkin, sko. Sumir eru takast látur og sulta og svona. Við hér gerum fjárhagsáætlun. Já. Þannig að við liggjum yfir fjárhagsáætlun núna og hún fer til fyrir umræðu á 5. á morgun, sem sagt. Þannig að það búið að vera svo heilmikið stús í kringum það og alls konar pælingar. Já. En þetta alltaf svolítið skemmtilegu tími því að maður kafar djúpt í málaflokka og skoðar stofnanir og þetta svona tíminn til að fá nýjar hugmyndir og spá og spekla. Já. Eru verkefni sem þú mátt segja frá framöndan fyrir 2016 eða? Já, það liggur náttúrulega fyrir að bæjarstjórnin búin að skipa starfshóp byggingu nýs leikskóla. Þannig að það verður stóra verkefni næstu 2 ára. Það verður að byggja nýja leikskóla. Já, þá verða þarna 3 leikskólar. Er það ekki rétt? Já, jú. Ef að það verður lendingin, það svona ýmislegt sem að gerjast í því. Já. En það klárlega stóra verkefni. Síðan viljum við halda áfram með endurbætur á Sundlauginni í Laugaskarði. Það búið að teikna þar upp og leggja línur í uppbyggingu á Heilsulind. Já. Þar, svona, sem mjög ólík því sem við erum kannski að venjast í sundlaugum almennt á Íslandi. Já. En aðstæðan upp í Laugaskarði náttúrulega með þeim hætti að það svo fristandi að reyna að vinna með umhverfið og þessa fallegu staðsetningu sem á sundlauginni. Já, þetta náttúrulega alveg einstök náttúruperla, getur við bara sagt. Já, og sundlaugin nýtur mikilla vinsælda og þykir svona eina fallegustu sundlaugum landsins og ég held að flestir séu sammála það að umhverfið og bara húsið sjálft náttúrulega einstaklega vel lykkað. Og það náttúrulega með ólíkindum að það teiknað fyrir rúmu 50 árum síðan og hvaða hefur verið mikil framsýni og stórugur í Hveragerðingar sem voru sárafáar á þeim tíma þegar þetta var byggt. Já, þetta alveg magnað og ég tala nú ekki ef það gott veður og þá nú yndislegt að liggja þarna í sundlauginni. Sko, ef það yfirleitt sést til sólar, eiginlega alveg sama hvernig veðrið að öðru leyti, þá alltaf yndislegt í Laugaskarði. Já. Því að húsið hannað þannig að það einhvern veginn alltaf heitur pottur í orðsins fyllstu merkingu fyrir framann. Já. Þetta svolítið magnað. Áður en við fórum í lofti þá vorum við að tala landsmót sem að þið eruð að skipuleggja. Já, Hveragerðisbær fékk landsmót 50+ árið 2017 og það svona að byrja vinnan við að skipuleggja það og ákveða í hvað greinum á að keppa og hvað aðstöðu við þurfum að byggja upp og annað í þeim dúr. Nú við erum líka að fara að halda upp á 70 ára afmæli Hveragerðisbær þar á næsta ári, 2016. Þannig að það heilmikið framöndan og einmitt næsta ári þá líka vinabæðamót. Þannig að það mun alveg sjást í bæjarfélaginu að við erum að taka á móti gestum. En það líka svolítið gaman að segja frá því að ég nú að garfa í þeim tölum akkurat núna. Já. Að hvað Hveragerðingum hefur fjölgað mikið. Já. Og sko það svo merkilegt, maður gerir svo ekki grein fyrir því þegar hlutinni gerast yfir langan tíma hvernig þróunin í rauninni en frá því, manni finnst nú 1998 ekki vera sko, það ekki 100 ár síðan það ár flög fram hjá okkur heldur bara í góðu minni, þá voru Hveragerðingar 1668. Já. Núna þeir 2426 við sínum nákvæm. Já. Og fjölgunni Hveragerði á þessum árum á þessu 15 árum 45% tæp. Það nú svolítið mikið. Já, sérstaklega þegar maður horfir til þess að fjölgun á Suðurlandi 15% á sama tíma. Þannig að það svolítið gaman að fólk vill búa hérna og við erum svæði sem eftirsótt eins og kom bara fram í blöðum í síðustu viku þar sem kom fram að verð á sérbíli hæst á Suðurlandi hér í Hveragerði. Já. Nákvæmlega. Og það mitt það sem ég ætlaði líka að koma inn á þegar hún nefndir hérna nýjan leikskóla. Það kannski eina af ástæðunum að það fjölgun í bænum? Já, klárlega, en það önnur af 2 ástæðum þess að við ráðumst út í þetta núna. Hinn ástæðan auðvitað svo að við viljum
bjóða börnum upp á dvöl í leikskóla frá 12 mánaða aldri. Já. Og það alveg klárt markmið bæjarstjórnar að ná því á þessu kjörtímabili og við munum gera það með þessari byggingu. Já, það stórglæsilegt. Svo sé ég hérna inn á heimasíðunni hjá okkur hvergerði.is að jákvæð skilaboð hafa verið núna hangandi vítt og breytt um bæinn frá grunnskólabörnum. Já. Og þarna jákvæð skilaboð tengt einelti. Þetta skemmtilegt. Já, það var ofsalega skemmtilegt samtaki á grunnskólanum og þau fóru hér á milli vinabekkinir, hér eru vinabekkir, þannig að hinga til dæmis á bæjarskrifstofan og komu börn úr 4. og 8. bekk og komu færandi hendi með svona falleg skilaboð og það er alveg sama hvar maður kemur núna þessa dagana, það hanga skilaboð frá grunnskólabörnum út um allt, í eftirbúðum og sjoppum og veitingastöðum og þetta er mjög gaman að þessu og þetta er svona vekumann til umhugsunar og örugglega krakkana ekki síst. Já, algjörlega. Og svo er lyftingamót sem hóst fyrir nokkru dögum, það eru nú margir sterkir sem búið í Hveragerði, ekki? Já, rosalega margir sterkir sem búið í Hveragerði. Einna sterkustu mönnum heimsreinlega býr í Hveragerði. Já. Björgvin Karl. Já. En það er svo gaman að því, það er svo óbúslega vakningi í líkamsrækt og ég held að það sé nú kannski ekki endilega bundið við Hveragerði, heldur það víðar. En það er bara svo áberandi hér því að við erum bara svo þéttriðið samfélag að maður bara veit hvað í gangi. Og til dæmis eins og crossfit stöðin, það eru örugglega vel á annað 100 aðilar með árskort þar. Það er orðið gríðarlega vinsælt. Já, og síðan er fitnessbilið, þar eru tugir kvenna sem mæta klukkan 6 á morgnar og oft í viku, bæði í Zumba og í aðra líkamsrækt. Já. Svo er laugasport með aðstöðu upp í Sundlaug. Síðan eru hlaupahópar og Hamarsvöllin og íþróttafélagið Hamar að sjálfsögðu með mjög fjölbreytta starfsemi. Þannig að við höfum stundum talað að það væri mjög fróðlegt að vita hversu stór hluti Hveragerðinga ykkar líkamsrækt. Ég held að það séu margir. Öðrum hætti. Ég held nefnilega að það séu ótrúlega margir. Já. Og ég er næstu því vissum að það myndi slagi 25%. Já. Og örugglega meira ef við tækjum alla með. Já. Inn á öllum aldrei. Nákvæmlega. Þetta er stórgott og öll hreyfing hvernig sem hún er holl. Já, engin spurning og við viljum auðvitað vera heilsu eflandi bær og köllum okkur heilsu bæinn Hveragerði. Já. Þannig að það er auðvitað stór partur af því að bara þessi þáttaka almennings í íþróttum og það er bærin og bæjarstjórn vill gera allt sem í okkar valdi stendur til þess að auðvelda fólki þessa iðkun og til dæmis er eins og bara Sundlaugin, ég menna það er ókeypis fyrir hver börn og ungmenni yngri en 18 ára, þannig að Sundlaugin er orðin bara eitt af leiksvæðin bæjarins fyrir krakkana. Já. Þetta skiptir málu eins og uppbygging á göngustígum og annað sem hefur verið náttúrulega mikil áhersla hér. Algjörlega, og það eru nú komnir þetta nýjir göngustígar eða sem sagt gangbrautir sem er ekkert langt síðan að það var lagt. Nei, við lögðum náttúrulega þó nokkuð stóra göngustíg núna í haust sem að bæði þetta nýtist fyrir hjólandi og gangandi. Já. Og ég held að þann til dæmis gerir heilmikið fyrir þá sem búa í Vesturbænum. Og kannski löngu tímabært. Já, það er nú með mörg af þeim verkefni sem við erum að ráðast út í þegar við erum orðin að veruleika finnast manni þau auðvitað löngu tímabært. Já. En við aftur á móti vinnum hérna eftir hennu ágæta motto að sígandi lukka er best og ef maður gerir alltaf eitthvað smávegis á hverju einasta ári þá gera góðir hlutir. Það er alveg rétt. Þú talar heilsubæinn Hveragerði, þá langar mig að nefna jólabærin Hveragerði. Hvenær hefjast jólin í bæ? Þau fara nú bara að bresta á. Já. Merkilegt nokk, sko. Ég hef nú orðað það þannig. Ég hef nú varlega búin að ganga frá sumablómunum út í garði, sko. Þegar maður er farin að hengja upp jólaseríurnar. Já. En þarna, það er bara, það verður kveikt á jólaljósunum núna og bara allir ekki næstu viku. Já. Ég vona að það vinnist það vel og það eru þegar orðnir nokkrir íbúar búnir að skreita í görðunum og búnir að kveikja. Já, heldur betur, maður hefur tekið eftir því. Já, mann er þau bráð þegar maður sá fyrsta húsið. Mér fannst ennþá vera það liggur við sumars. Já. En tíminn er svo fljótur að líða. Heldur betur. Þetta er flott, Aldís Hafsteinsdóttir. Takk fyrir spjallið og hafa það gott. Takk sömuleiðis. Takk. Já. Bless.